En við ætlum að halda áfram að spjalla við þá keppendur sem að taka þátt í söngkeppni Árborgar 2017 og það svo gaman að hitta allir svo rosalega vel gíraðir fyrir kvöldinu á morgun og hún komin tíminn Elísa Björgvinsdóttir frá MS. Sæl og blessu. Hæ. Já, við Gullurum aðeins búin að vera að spjalla við þó nokkra og við möttum að heyra í fleirum líka á morgun. En þú ert svo sem ekkit ókunnug því að taka þátt í keppni, svona söngkeppni. Nei, það er ekki hægt að segja það, sko. Gaman að þið að syngja? Já, mjög. Það ekki? Jú. Og þú ert náttúrulega búin að taka þátt í svona stóru sjói, þannig að þetta þú veist svona nokkuð hvað þetta er. Já, ógeðslega gaman. En þú vannst sem sagt söngkeppni FSU. Já. Ekki núna síðast heldur þar aður? Já, 2015. Já. Ég man vel eftir þessu, það er svo gaman líka að fylgjast með þessari keppni hér vegna þess að hún er svo vel út í lögð. Já, akkurat, hún er ekkert smá flott. Rosalega flott. Já. En þú tókst það með þar Adele og lagið Hello. Já. Sem var alveg virkilega skemmtilegt og virkilega flott hjá þér. Já, takk fyrir það. Þannig að þú ætlar að taka þátt aftur núna. Var komið til þín og þú sérstaklega beðin eða bauðstu þið fram? Það var komið til mín, sko, það var búið að hanga upp í auglýsing fram á gangi með þetta og enginn að bjóða sér fram, þannig að það var réttist út að ég væri mikið í þessu, sko, þannig að það var komið til mín og beðið mig að taka þátt og það var ekkert mál. Ekkert mál, já. Sumst það eru auðvitað verið svona, herri, þú ert að fara að gera þetta? Já, nei, ég bara hefði sennilega búið mig fram á endanum, sko, ef það hefði enginn komið og talað við mig. Já. Það mér finnst þetta bara gaman. Hefurðu verið að læra eitthvað söng? Já, ég var hjá henni Eyrúnu í tónsmiðunni á svona námskeiðum, svona nokkrar annir bara. Þar var ég að læra bæði að syngja og að spila á píanó saman, af því ég var að læra á píanó þegar ég var yngri. Og ég náði aldrei einhvern veginn að bæði syngja og spila á sama tíma, þannig að það var svona, byrjaði hjá henni því. Og svo fór ég bara og held að fara í söngnum hjá henni. Já, þau líka dugleg við það í tónsmiðunni einmitt að virkja líka svolítið svona 21. Það er sumir kannski sem eru skræður í gítar en fá að pröfa kannski eitthvað annað líka. Já, akkurat. Það er mjög skemmtilegt. Það er nefnilega mjög skemmtilegt. Já, algjörlega. En stefnir á eitthvað í söngnum? Ég veit það ekki. Ég hef aldrei eitthvað hugsað þetta þannig. Það er náttúrulega draumurinn, sko. Það væri alveg mjög gaman. Þetta er svona það sem ég vil gera, sko. Já, nákvæmlega. En líka skemmtilega við Selfoss og þennan bæ og Suðurlandi er að hér það eru ótrúlega margir tónlistumenn sem að koma hérna og hljómsveitir. Ekkert smá flotti tónlistumenn. Já, algjörlega. Þú erum að fara að halda eitthvað svona, hvað sé, annarkvæmt eitthvað svona árlega tónleika eða tengja það inn á eitthvað skemmtilegt sem erum að vera hérna í bænum og safna saman þessu flotti tónlistumennum. Já, það væri alveg eitthvað. Algjörlega. En hvernig ertu búin að undirbúa þig fyrir kvöldið? Ég er bara búin að vera syngjandi heima eins og ég er, hvort sem er alltaf, þótt ég væri ekki að fara að taka þátt í svona keppni og síðan er ég búin að æfa einu sinni með hljómsveitinni á hótelinu og hitti Stefán í tónsmiðinni og svona aðeins að fara yfir þetta bara. Akkurat. Þannig að það er bara. En ert þú búin að vera með snappið vinsæla? Já, ég var nú með það á laugardaginn en það var ekki upp á mjög marga fiska, sko, þannig að ég er ekki góður snappari, það er alveg óhætt að segja það. Ekki mikið snappkona? Nei, það er ekki alveg mín hilla, sko. Þannig ég vissi ekkert hvað þetta að gera. Það var mjög stutt og laggott. Það er svona mjög stutt eins og það er. Já. En þú ætlar að syngja lag með Adele? Já. Hún er greinilega miklu uppáldi. Já, hún er í mjög miklu uppáldi. Það var gaman að syngja hana. Ertu búin að ákveða föt og svo les? Nei, það verður örugglega bara ákveðið á morgun rétt fyrir, sko, ég get ekki ákveðið. Það er bara að kíkja í fattaskapinu og ég tek bara þetta. Já. Það er eiginlega gaman að fá þig og gangi alveg svakalega vel á morgun. Já, takk fyrir það. Og ég ætla að spila lagi sem að þú ætlar að syngja, Someone Like You.